En Sigurður, sáttu með leik þinna manna í dag, 4-0 tap. Þetta náttúrulega furðuleg spurning eftir 4 mörk á sig, þá var maður aldrei sáttur. En við vissum það að þetta yrði erfitt, en við gerðum þetta svolítið erfiðara fyrir okkur með því að vera ekki alveg klárir í byrjun. Fáum mark á okkur eftir bara 1 mínútu og þá erum við að reyna að komast inn í leikinn aftur, en það gekk ekki. Við vorum einu númer og litlir í dag. Markvörðurinn átti góðan leik, sáttu með hans leik? Já, ég sáttu með það voru ágætis frammistöður hjá vissum mönnum í okkar liði og markmaðurinn átti stórleik, varði þarna og bjargaði okkur frá stærra tapi, en mörkin við getum betur. Við sýndum ekki alveg okkar rétta andlit, við erum betra liði heldur en við sýndum í dag. Við vorum bara ekki alveg klárir í slaginn. Þriðja sæti í þriðju deildinni sem stendur, stefnið upp? Við stefnum á það að vera með jafna frammistöðu í allt sumar, vera með skemmtilegt lið og spila góðan fótbolta og skora mörk, og það hefur tekist núna í þessum fyrstu 3 leikjum. Og við ætlum að vera þarna í efri hlutanum, og svo tökum við markmið þegar svona 6-8 umferðir eftir hvert við stefnum. Við ætlum að vera þarna í nálægt toppnum og sjá svo til hvernig þetta verður þegar glugginn opnar aftur. Áhorfendur farnir að bíða spenntir eftir að sjá Farid Sato á vellinum. Hvenær fáum við að sjá hann? Já, hann bara mjög duglegur, mjög ánægður með hann. Hann er mótiveraður og vinnur vel. Hann styrkist með hverjum deginum. Þannig að það styrkist með hverjum deginum. Hann lítur vel út, en þetta tekur tíma. Þetta þolinmæðisvinna, þannig að einhverja leiki gæti hann hugsanlega að spila, kannski einhverja mínútur eftir 1-2 vikur. Ferðuðist komið fljúgandi, mikill ferðarkostnaður fyrir ykkur lið eins og Kára? Já, þeir hafa náttúrulega, þessi strákar taka þetta á sig. Við hefum ekki efni á en við völdum þann kostinn og strákarnir að taka á sig þann kostnað. Leikmenn borgu sjálfir? Já, þetta var aldrei mögulegt. Kári hefur ekki fjármagn til þess að vera, og það var engin einkaþota heldur. Þannig að þeir tóku þetta, strákarnir tóku þetta á sig. Takk fyrir þetta.